Komið bless og sæl og velkomin í frétta og umræðu þáttin okkar 21. Á þessu þriðjudagskvöldi framundan eru að sjálfsögðu ritstjórarnir Reynir Traustason og Þorbjörn Þórðarson. Fara mikinn og ræða eftirmál Samherja og Seðlabankamálsins, sýnist þar sitt hverjum hver staða Más og hver staða Katrínar Jakobsdóttur eftir hún hafi lagt blessun sína yfir gjörðir Más helgina en dregið svo aðeins tilbaka í gærdag. Þeir segir reyndar að það hefur verið mjög klókt á henni, en þeir eru gjörsamlega ósammála stöðu Bjarna Ben innan ríkisstjórnar. Já, akkurat. En síðan er Stefánie Óskarsdóttir stjórnmálafræðingur sem ætlar að fara yfir bandarísku stjórnmálin. Skilur það einhver? Hún. Mér finnst þetta svona, sko bandarísk stjórnmál er orðin eins og bandarískur fótbolti. Leikreglurnar eru óskiljanlegar. Já, akkurat, en hún sest niður með Birni Jóni Bragasyni og svo klók kona sem gjörþekkir þennan málflokk. Svo ætlum við í prjónaklúbb sem er öllu einfaldara fyrirbæri. En það er Snædís sem að kíkir þangað, en fréttir dagsins ég var að byrja kannski á sáttafrétt. Já, sko, það er verið að tala um það að þessi þriðji orkupakki geti valdið svona pirringi og erfiðleikum í stjórnarsamstarfinu. Það eru þarna einhverjir framsögnumenn sem gjalda varhug við þriðja orkupakkanum. Hann hefur ekki áhrif á orkumarkaðinn á Íslandi vegna þess að orkumarkaðurinn á Íslandi er ekki tengdur Evrópu með neinum hætti. Ekki mjög svolítið fyrir að einhver sæstringur kemur sem er ekki von á í bráð. En engu að síður þá nota sér margir þetta til þess að skapa ennana gríluna af Evrópusambandinu. Já, þetta sé brotastjórnarskránni og þeir ætla að gleypa okkur í þessum efnum sem öðrum. Og einhver hluti Framsóknarflokksins ætla að nýta sér þetta í þessum hætti, Miðflokkurinn allur, einhverjir Sjálfstæðismenn. En Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir segir einfaldlega hérna í Fréttablaðinu í dag, ráðherra segir einingu innan ríkisstjórnar orkupakkana. Það er spurning hversu beist bragð er í munni sumra ráðherra, Sigríðar Andersen, Bjarna Ben jafnvel, Sigurður Inga, fleiri Framsóknarmanna í þessum efnum. Þetta verður kannski svolítið erfitt fyrir stjórnina. Já. Það verður margir nýta sér sko grílugerðar samkvæmið í þessu efni. Já, það virkar á marga. En síðan er það sláandi frétt, já, það er kona sem er með geðhvörf 2 og hún sem sé búin að missa geðlækninn sinn og hún þarf að bíða í hálft ár eða heilt ár eftir að komast að hjá nýjum. Ég skil nú ekki þessu bið, en á meðan á þessari bið stendur getur hún ekki fengið ávísað þeim lyfjum sem virka mjög vel fyrir hann og móðurinn hefur áhyggjur af þessu. Já, muni hraka og þetta er einmitt hérna í Morgunblaðinu. Fínskap frá Önnu Lilju Þórisdóttur. Já, algjörlega og eiginlega bara óskiljanlegt hvernig fólk getur lett í þessu. Ég naut aðra frétt í Fréttablaðinu. Eru það rotturnar? Já, sko rottur hafa verið notaðar til þess að athuga áhrif farsímageislunar á þær, en bara kallrottur voru notaðar í þessari rannsókn. Maður spyr sig hvað Jafnréttisstofa segir þetta. En sem sé... Það var rosalega brandari. Já, þetta var rosalega brandari. En sko, þetta hefur áhrif á kallrotturnar. Ég veit ekki hversu miklu áhrif þetta hefur á kvenrottur, það er ekki komið í ljós. En hefur áhrif á kallrottur, en það er samt ekki ennþá að heimfæra þetta glögglega upp á mannfólkið. Nei, en þetta er náttúrulega dæmigert að prófa rotturnar og ég meina auðvitað eru einhverjir geislar og þetta var nú allt þegar gömlu gemsarnir voru, þá var náttúrulega þessu umræða líka, þannig að eitthvað... En menn er hins vegar ekki efins, það er að segja læknar íslenskir að rafretturnar, þær hafa sín áhrif og þeir vilja, það kemur fram í blöðunum í dag, Læknafélagið vill að það verði tekið harðar á þessum málum svo að reykingar meðal ungs fólks byrja ekki eftir að aukast. Já, því að það eru margir sem að, sko, svo margir unglingar sem eru að byrja að prófa þetta og byrja þá á þessu og fara svo þá yfir í venjulegu reykingarnar, svo kölluð. Þannig þeir vilja takmarka aðgengi að það sem er af rettum, eða hvað sem þetta heitir. Já, ég er ekki læknir en ég held að þetta sé ekki heilbrigt að sjúga hennan nikótínreyk upp í sig. Já. Rollurnar fyrir austan. Rollurnar á Eskifirði. Gleðifrétt dagsins. Já, þarna var ær með 2 lömb sem röllt inn á heilsugæsluna á Eskifirði. Nei, líkamsræktarstöð. Var það líkamsræktarstöð? Já, líkamsræktarstöð. Nei, ég held að vera heilsugæsla. En hann veit þetta, hann Sævar Guðjónsson sem sendi þetta, tók þetta upp og setti á Facebook síðuna sína. En þær eru sallarólegar þarna. Afskaplega heimilisleg. Þarna á Eskifirði. En þeir eru ekkert mjög sallarólegir þeir sem eru sestir hjá Sigmundi Erni. Þetta eru ritstjórarnir sem við ætlum að byrja á.
Já, þá rifum við munninn ritstjórarnir enn eitt ganginn og rýnum í helstu fréttamál líðandi stundar af nægu að taka. Við ætlum að tala viðureign Samherja og Seðlabankans. Við ætlum að tala Katrínar Þátt Jakobsdóttur í því máli sem í því að styðja Má á erfiðum tímum og Bjarna Ben, sumpart líka á erfiðum tímum. Við ætlum að fjalla líka kannski líðan stjórnarinnar og sitthvað fleira eins og orkupakkan sem gæti, mynda gjá á Alþingi, djúpa á næstu vikum og ef við fjöllum aðstoðarmannaflóði sem að birtast alþingismönnum á næstu mánuðum og misnotkunarmál á börnum, alvarleg tilviki sem sífellt fjallum og kannski tökum við fullt til léttvægt á. Reynir Traustason og Þorbjörn Þórðarson gestir mínir þessu sinnið, þaulvanir fjölmiðlamenn og við skulum byrja á Máum. Þorsteinn Már fór hér mikinn á Hringbraut í gær að ráðast á Seðlabankann, talaði þar enga tæputungu. Það er ljóst að Hæstiréttur hefur gert Seðlabankann afturreka með stjórnvaldssekt á hendur Samherja. Sérstakur saksóknari gerði Seðlabankann afturreka í tvígang með þetta efni á hendur Samherja fyrir að brjóta gjaldeyrisreglur, meint brot vissulega, og skattrannsóknarstjóri hefur sömuleiðis gert Seðlabankann afturreka með mál af þessu tagi. Hvað svo sem Seðlabankann hefur reynt að gera í þessu máli sínu á hendur Seðlabankanum, á Samherja, þá hefur hann alltaf verið gerður afturreka en haldið áfram. Þorsteinn vill Má burt, menn verði axla ábyrgð fyrir afglöp af þessu tagi, aðför af þessu tagi án ástæðu. Þorbjörn, hvernig horfir þetta við þér? Já, menn eru búin að láta stór orð falla ábyrgð Más Guðmundsson seðlabankastjóra í þessu máli og kalla eftir afsögn hans. Það er talað hann hafi misbeitt valdi sínu sem seðlabankastjóri. Garðar Gíslason lögmaður Samherja skrifaði grein í Morgunblaðið í dag þar sem hann talaði það, en það vantaði hins vegar að mínum mati í þá grein í hverju misbeiting valdsins fólst. Að saka seðlabankastjóra misbeitingu valds er mjög alvarleg ásökun. Mér fannst ekki koma fram í greininni hans fullnægjandi röksemd fyrir því að Már Guðmundsson seðlabankastjóri hafi misbeitt valdi sínu. En hann fer mjög harkalega fram gegn Samherja, hann tekur sér lögregluvald í fyrsta sinni og fer ítrekkað margsinnis á mörgum árum gegn Samherja án efnislegra ástæðu að því það virðist. Seðlabanki fekk þar hlutverk að rannsaka brot á lögum gjaldeyrismál og það voru settar hérna reglur gjaldeyrismál sem áttu sér stoð í þeim lögum. Síðan kemur í ljós eftir setningu reglnanna og eftir að höftin eru sett á að refsiheimildirnar voru lélegar í þessum reglum. Bæði lögin og reglurnar voru mjög götótt. Síðan hafa menn verið í einhverjum bútasaum að vera að laga löggjöfina til, að láta löggjöfina ná yfir háttsemi sem að hún tók ekki til áður og svo framvegis. Og í þessu máli þá farið þarna í mikla húsleit hjá Samherja vorið 2012. Mjög fræga í beinni. Já. Og síðan það mál kært til sérstaks saksóknara og í september 2013 skrifar sérstakur saksóknari Seðlabankanum bréf og kemst að þeirri niðurstöðu að það sé ótæk refsiábyrgð Samherja í málinu sem að kæran laut að. Það sem að embætti sérstaks saksóknara gerir hins vegar ekki en hefði getað gert ef hann hefði talið tilefni til að hann hefði getað vísað kærunni frá með vísan til 4. málsgreinar 50. og 2. greinar laga meðferð sakamála en ákvað að gera það ekki, heldur taka sérstaklega fram að jafnvel væri tilefni fyrir Seðlabankann að ljúka málinu með stjórnsýslu meðferð og hugsanlega sektarálægningu. Þá fer Seðlabankinn aftur á stað og kærir að nýju í þessu tilviki starfsmenn Samherja. Það máli líka vísið tilbaka einfaldlega vegna þess að það var ekki sýnt fram á refsiverða háttsemi umræddra einstaklinga í málinu. Þá má spyrja sig, hvers vegna fer Seðlabankinn á stað að nýju, sérstaklega í ljósi þess að Seðlabankinn skrifar Samherja bréf á árinu 2015 sem að héraðsdómur og núna Hæstiréttur túlkar sem svo að málið hafi verið fellt niður. Hvers vegna ákveður hann á árinu 2016 að fara aftur af stað með málið eftir að hafa að þér virðist fellt það niður með bréfi til Samherja árið 2015? Það er þessi efnisþáttur málsins sem að mínum mati er hvað mest gagnrýniverður og kallar á skýringar á hálfu
seðlabankastjóra. Sem Katrín búin að bíða núna. Vegna þess að það alveg skýrt að eins og rakir í dómi Héraðsdóms sem að Hæstiréttur Íslands staðfesti með vísan til forseta, hann óraskaður Héraðsdómurinn, að þá ekki hægt, stjórnvald getur ekki hafið að nýju rannsókn ef það eru engin ný gögn í málinu sem að réttlæta endur upptöku þess eða að máli verið tekið upp á nýju. Í því máli til dæmis vísa í dóm Hæstaréttar í máli Baldurs Guðlaugssonar, þar sem að FME felldi niður rannsóknina með fyrirvara ef það kemur fram ný gögn í málinu þá verður hún tekin upp á nýju og það kom síðan á daginn að í því máli voru ný gögn. Í þessu máli eru ekki ný gögn sem að réttlæta það að máli eru tekið upp á nýju og mér finnst að seðlabankastjóri þurfi að svara fyrir það en hvort hann hafi misbeitt valdi sínu það önnur umræða. En sko, eins og Þorbjörn segir réttilega, það ofboðslega þung orð sem hafa fallið í þessu máli og reiði mikil. Þorsteinn Már talar í gær hér á Hringbraut að Seðlabankinn hafi eyðilagt mjög fyrir starfsemi Samherja heima og erlendis. Starfsfólkið hafi markvert átt bágt. Sko í fyrsta lagi fyrirtækið sótt og síðan einstakar starfsmenn. Þannig að þetta mjög svona hörð aðgerð, afdráttarlaus aðgerð af hálfu Seðlabankans. Nú komið í ljós að Samherji greinilega kom með þann gjaldeyri inn til landsins sem hann átti að koma með og vel það, þannig að hann ekki staðinn að því að hafa skilið eftir gjaldeyri úr landi. En sko, Jón Steinar Gunnlaugsson skrifar í Morgunblaðið í gær að það sé aldrei svo í Íslandi að menn axli ábyrgð á verkum sem þessum. Nú ætla ég ekki að dæmi það hvort að Már hafi farið fram úr valdi sínu, en sko, þetta dæmi, ekta dæmi það sem að embættismenn njóta alltaf vafans? Katrín Jakobsdóttir segir einfaldlega helgina það breytir ekki, þetta mál breytir ekki stöðu Más. Nei, Já, ég horfði á viðtali við Máa og hef reyndar heyrt í honum svona öðru hvori gegnum árin og ég veit að þetta hefur hvílt mjög þungt á honum og ég efast ekki að hann einlægur í því að svona presentera sakleysi félagsins en aftur á móti þá hef ég líka haft á trú að Már væri afar heill embættismaður og svona sem fjölmiðlamaður þá hef ég ekki séð til hans þannig takt að hann sé að ástunda einelti sem auðvitað fráleitt ef ég hef ekki séð neina frétt í þá veru. Nei, en það sem ég held að sé nauðsynlegt, það að menn stýri þetta mál. Ég veitti öðru eftirtekt, það að segja Þorsteinn Már segir í viðtalinu við þig að hann hafi skrifað Seðlabankanum bréf nokkuð sinnum, bankaráðinu, hann hafi ekki eins og fengið svör. Bankaráðu vísari til bankastjórnarinnar og bankastjórnin svarar ekki. Þannig að ég hef ákveðna samúð með Samherja í þessu máli og ég held að sé algjörlega nauðsynlegt að taka þetta mál og kryfja þetta til mergjar. Fór eitthvað fram úr sér eða gerðu með það ekki. En svo hitt annað máli, þessi kúltúr hann ekki til hérna. Hér komast að ráðherrar upp með alls konar hluti og embættismenn og þeir þurfi ekki einu sinni að segja svarari. Þeir bara hundsa það. Og það alþekkt að þessi kúltúr ekki til á Íslandi að menn segja af sér eða víki nema í einhverjum einstöku tilvikum að menn hafa tekið hatt sinn og stað og farið. En sem sagt mér finnst nauðsynlegt að taka þetta mál frá A til Ö og greiða þetta sundur. Bara lið fyrir lið og hvað gerðist og hver segur. Þorbjörn, Katrínar Þáttur Jakobsdóttur, forsætisráðherra í þessu máli að því leyti skrítin að hún helgina segir að þetta mun ekki hafa nein áhrif á stöðu Más Guðmundssonar sem seðlabankastjóra á mánudag í gær nánar tiltekið. Þá sendur hún frá sér bréf þar sem hún biður bankaráð greinagerð aðdraganda og eftirmál þessa máls. Það eins og hún drægi í land, reyna að skapa sér smá svigrúm í málinu, átti sig á því að hún kannski búin að mála sig í áttina hornina að minnsta kosti. Þetta eitthvað staðar nálægt þinni kenningu? Mér fannst það sem að Katrín Jakobsdóttir sagði í viðtali við Stíg Helgason, fréttamann RÚV á laugardag ber að keima mikilli fljótfærni af hennar hálfu. Í fyrsta lagi þá virtist hún ekki hafa lesið dóminn með hvaða orð hún notaði í viðtalinu. Hún talaði það að Seðlabankinn það hefði ekki verið sýnt fram á að Seðlabankinn hafi af ásetningi farið í þessa rannsókn, ásetningshugtakið bara á ekkert erindi í umræðu það hvað Seðlabankinn að gera með sína valdheimildir. Þannig að ég held að hún hafi bara áttað sig á því
þegar viðtalið var sýnt að þetta var kannski svolítið fljótfærnislegt að gefa út eitthvað heilbrigðisvottorð á starfshætti seðlabankastjóra í einu vetfangi. Þannig að það var mjög klókt af henni að leiðrétta það með þessu bréfi til bankaráðsins. Og svona fljótt líka. Já, mjög klókt af henni og við fáum þessa greinargerð sem Reynir Traustason var að kalla eftir hérna vonandi í þessari úttekt bankaráðsins sem á að koma fyrir 7. desember og verður þá svar til forsætisráðherra. Þá væntanlega verður einhver umfjöllun það hvernig Seðlabankinn fór með valdheimildir sínar í málinu að mati ráðsins. En er ekki augljóst að einhverjir í pólitíkinni munu reyna að nýta sér þessa stöðu, sko, það er nú oft sagt að sjálfstæðismenn vilji og hafi viljað lengi má burt úr Seðlabankanum, er þetta ekki dauðafæri fyrir þá? Já, örugglega, þetta fer örugglega út í þann leik. Og ég veit svo sem ekkert af hverju Katrín talar svona á hinsegin eða hvað hún að gera. Hún sjást að reyna að halda utan stjórnarsamstarfi sem að fæst í botnarendar í, af hverju gat orðið. Ég meina, hún hefur þurft að færa alveg gríðarlega fórnir. Hún hefur þurft að gefa Bjarna Benediktssyni heilbrigðisvottorð af öllum mönnum. Og ég meina, við þekkjum það nú á stundinni að hafa þurft að glíma við þann kall og sýslumanni í Reykjavík og allt þetta. En það er alveg ofboðslega erfitt mál fyrir Katrínu að hafa þurft að gera það og nú kannski þarna hún að reyna svona að fjarlæga sig frá málinu því að Már hefur verið talin í vinstra megin eða það er vinstriblokkin sem að fólunum þessi. Ráðinn af vinstristjórn. Já, hann er ráðinn af vinstristjórn og svo hafa menn bara einhvern veginn fallist á það, hann nú gerði eitthvað svona aðför, það var reynt að losna við hann en honum tókst að standa það að sér. Og hérna, aftur kemur þá að því að sko ég hef alltaf talið að Már væri gegnheill embættismaður. Ég hef alltaf talið það. En svo getur vel verið að hann hafi verið komin út í eitthvað persónulegt stríð við Þorstein Má og þá er það bara stórt. Viktar svolítið að því. En talandi um Katrínu, Þorbjörn, það er eftirtekt að verða, hún þarf að taka upp hanskan, sem eru til þunga hanska ef svo máli komast, fyrir Má, fyrir Bjarna Ben og Sigríði Andersen. Þetta er pólitískt erfitt fyrir hana ítrekkað að vera í bara varnarstarfsemi fyrir Sjálfstæðisflokkinn og nú síðast í máli sem svona hittir hann svolítið í bakið. Já, er það erfitt? Ég veit það ekki, gerist ekki á hverju kjörtímabili að... Það hlýtur að vera erfitt fyrir baklandi í flokknum. Ég held að það hefur bara verið erfitt fyrir baklandi í flokknum að fara í ríkisstjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum og ég held að það sem á eftir kemur sko, ef þú hefur staðist fyrstu prófraunina gagnvart þínu baklandi varðandi þetta stjórnarsamstarf, þá er allt annað sem á eftir kemur miklu auðveldara, svo lengi sem það er ekki því gagnrýniverðar eða beinlínis ólögmætt. Jú, ég meina, hún hefur þurft að svara fyrir það hvort að ákvarðanir meðráðherra hennar hafi haft áhrif á stjórnarsamstarfið, en ég meina flestir forsætisráðherrar gegnum tíðina hafa á einhverjum tímamóti þurft að svara fyrir gagnrýni sem að koma upp atvik í ríkisstjórnarsamstarfi sem eru erfið fyrir alla ríkisstjórnina og það er eðlilegt að forsætisráðherra svara fyrir það. Hún er komin út í þá sálma að þurfa að segja sko að það sem gerðist fyrir hrun að hálfu Bjarna komi okkur ekki við í dagurinn. Hafi ekki áhrif á það sem við erum að gera í dag. Já, en hvað varðandi Bjarna Benediktsson höfum við lært á síðustu 12 mánuðum sem við vissum ekki áður en þessi ríkisstjórn var mynduð. Ég meina það lá alveg fyrir að hann var stjórnarformaður BNT sem var móðurfélag N1. Það lá alveg fyrir að það félag og dótturfélag þess fóru í gegnum miklar afskriftir. Það að hann hafi undirritað skjöl sem eru mikilvæg sönnunargögn í vafningsmálunni hefur legið fyrir í mörg ár. Þessar úttektir úr peningamarkaðssjóðum Glitnis hafa verið gagnrýndar en ef þú skoðar forsíður Morgunblaðsins og Fréttablaðsins síðustu vikuna í september þá er svona held ég að svona flestir sem að lásu þær fréttir að þeir hafi orðið uggandi sparifé sitt og ég meina ég þekki persónulega mjög marga sem að tóku eignir út úr peningamarkaðssjóðum bankana síðustu vikuna í september einfaldlega vegna þess að það var mikill ólgusjór á fjármálamörkuðum sem var strax farin að hafa áhrif hér á Íslandi ekki síst eftir fall Lehman Brothers bankans í Bandaríkjunum 15. september. Þannig að sko, mér finnst þessi gagnrýni með þessar úttektir á peningamarkaðssjóði sem að stundin í sinni 12 blaðsina á umfjöllun var að reyna að gera tortryggilega. Mér var sá hluti umfjöllunarinnar dálítið sérstakur
af því að, ég meina, ábyrgur eigandi sparifjár hefði tekið út sína peninga á þessum tímapunkti með að við hvernig fjölmiðlaumfjöldunum var á þessum tíma. Hefur stundum farið offari gegn Bjarna? Nei, það er tómtjara. Það hefur ekkert verið sagt sem ekki stenst og allt sem þetta snýst það að pólitísk ábyrgð Bjarna Ben hefur aldrei verið kallað eftir henni. Hann hefur aldrei axlað pólitíska ábyrgð. Við afgreiddum Sigmund Davíð bara úr forsetaráðherrastólnum og út úr Framsóknarflokknum og inn í þennan nýja flokk. Hann var afgreiddur en á sama tíma þá sleppur Bjarni. Með hverja voru ávirðingarnar, voru mistök eða voru gjörningar Sigmundar verri en gjörningar Bjarna? Nei, hitt miklu stærra. Og það sem vantar hér það einhvern veginn að menn geri upp sína fortíð í hverju tilviki. Það að segja stjórnmálamönnum verða á mistök eins og öllum, einhvern tímann á lífsleiðinni og þá eiga að gera upp það fortíð með afsögn eða með hverju sem og þá geta það komið tilbaka. En pólitíkin er samt sem að þessi, Davíð Oddsson sagði í ágættu viðtalningu við mig að pólitík snýst traust og með þú nýtur trausts í pólitík, þá getur þú verið í pólitík. Bjarni nýtur trausts í Sjálfstæðisflokknum, hann nýtur trausts Vinstri grænna, hann nýtur trausts Framsóknarmanna, hann nýtur nokkurn veginn trausts meirihluta Alþingis og getur fyrir viki verið áfram í pólitík. Já, það er máli. Sigmundur Davíð naut hins vegar ekki traust. Við munum, þegar Hanna Birna sótt að honum og hann stóð mjög tæpt. Þá fór hann í þetta fræga leiðtogaviðtal í sjónvarpinu og þar birtist okkur nýr Bjarni. Hann var auðmjúkur, hann tók einhvern veginn, talaði þannig að þjóðin viknaði með honum og hann stóð af sér alluguna og afgreiddi síðan Sigmund á borðinu. Hann kann pólitík? Já, hann kann pólitík, það er alveg pottþétt og allt sem ég segi það, og það er margt gott sem Bjarni Benediktsson hefur gert í pólitík og hann er mjög skýr á mörg mál en hann er með þennan slóða allan á eftir sér og hefur aldrei gert hann upp og það hefur enginn gert hann upp og það er afleitt mála að Katrín Jakobsdóttir skuli gefa honum einhvers konar syndavottorð, það skiptir ekki máli lengur af því að þetta er svo langt síðan og svo framvegis og Þorbjörn að tala innihaldslitlar úttektir. Málið er bara það að hann hefur aldrei tekið þess ábyrgð sem hann átti að taka. Gott og vel, við skulum skipta aðeins gír og tala þriðja orkupakka Evrópusambandsins sem gerir það verkum að margir skjálfa hér á Íslandi, ekki síst miðflokksmenn, einhver hluti Framsóknarflokksins, sjálfsagt einhverjir sjálfstæðismenn líka sem reyna að búa til svona þokkalega ljóta grílu úr Evrópusambandinu fyrir þær sakir að vilja komast yfir íslenska orkumarkaðinn. Auðvitað eigum við enga samleið með Evrópu í orkumálum meðan enginn sæstrengurinn og það má líka svo við deilistofna sjávarins í kringum Ísland sem eru ekki sameiginlegir við deilistofna Evrópusambandsins. Við erum með deilistofna með Norðmönnum sem norsk-íslenska síldin en auðvitað ekki deilistofna með öðrum Evrópusambandsríkjum og það á sama við orkuna, hvað sem svo síðar verður. En það glittir í pólitíska gjá, djúpa gjá í þessu máli. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, iðnaðarráðherra, segir í blöðunum í dag að ríkisstjórnin sé einhuga í þessu máli en svo sjáum við ályktanir Framsóknarmanna, sumra sjálfstæðismanna og ef til vill fleiri flokka, ég tala ekki miðflokkinn, í þessu efni sem eru grjótharðir á móti þessu. Hvernig mun þetta þróast, Þorbjörn? Já, það er búið að koma fram að það sé stuðningu við þetta frumvarp í ríkisstjórninni. Að ríkisstjórnin sé einhuga? Þá ættum við bara að fara með lögin fyrir Alþingi og samþykkja lögin. Hvar er hættan af þessari löggjöf? Hvar er þetta yfirvofandi tjón fyrir Íslands samfélag að samþykkja þessa löggjöf? Fullveldisafsalið átti sér stað árið 1992. Akkurat. Þegar við skrifum undir EES-samninginn. Og seinna þegar lögin EES-samninginn tóku gildi. Ég meina, það var ekki farið með þau lög í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þáverandi forseti treysti sér ekki til þess að beita 26. grein stjórnarskrárinnar fyrstur íslenska forseta á þeim tíma. Nú, við erum aðilar að þessum samningi, við erum skuldbundin til þess að innleiða þessa löggjöf þessar reglur inn í okkar löggjöf samkvæmt þessum samningi. Felur það í sér kvöð að það verður lagður sæstrengur á milli Íslands og Bretlands? Nei. Það er ekkert það í þessu frumvarpi að það feli einhverja skyldu. Mér finnst dálítið eins og í þessu máli þá
hópur eldri sjálfstæðismanna með fulltingi fyrrverandi stjórnmálamanna úr Framsóknarflokknum og núverandi þingmanna Miðflokksins að búa til grýlu úr einhverju máli sem ósköp svona venjulegt þetta pólitískt mjög þægilegt EES-mælikvarðan. Já, þetta pólitískt mjög þægilegt að teikna upp þessa grýlu. Auðvitað, þetta bara gamla uppskriftin. Þú býr til einhvern óvinn hérna í útlöndum, þú hamrar ættjaðar ástina og hann sé að gleypa þig, klípir aðeins í þjóðerniskendina hjá kjósendum. Ég meina, þetta bara gömul aðferðafræði og í leiðinni þá geta reynt að reka fleyg inn í ríkisstjórnarsamstarfið, stjórnarandstaða. En Reynir, sko, af hverju koma þá þessi menn ekki hreint fram og segja sem svo, við eigum að segja skilið við Evrópska efnahagssvæðið? Mér finnst vera að tala, sko, í einröddinni þessi að það hefur verið svona fetta fingur út í ýmis atriði varðandi EES-samninginn, en svona í grunninn verið að tala það að þeir vilja ekki vera í þessu samstarfi. Já, ég bara tek undir þetta hjá Þorbirni. Þetta svona einhver pólitískur skollaleikur að mestu til. Sýnist mér og hérna... Hann virkar. Já, ég meina það búið til... Þú þarft ekki að hlusta út á sögu, þá virkar. Við erum búin að fara í gegnum nokkuð svona frétta... Já, nákvæmlega. Út af sögu öllum, já. Við erum búin að fara í gegnum nokkuð svona fréttamála sem mikið að vera að sálitlu tilefni og við munum halda því áfram. Það að segja að það verður hægt að búa til úr þessu grýlu en áhyggjurnar held ég að orkumálunum ætti að vera allt aðra. Ég meina við erum að framselja þetta mikið til útlendinga. Tökum bara dæmi Hvalárvirkjun. Það er kanadískt stórfyrirtæki þar að bralla og ítalskur greifi og svona alls konar lið. 85% af íslenskri orku fer til erlendra auðhringa út í það farið. Þannig að við erum kannski komnir þegar í þennan leik sem sumir eru á móti. Það var samt hleypt inn þessum aðilum í unnvörpum þar að maður til og með Framsóknarflokkurinn sem núna á móti þessum þriðja orkupakka. En örstutt að aðstofamönnum þingsins 17 nýir, Þorbjörn Þórðarson, ef ég tala fyrir minn hatt, þá fagna ég þessu vegna þess að með við Norðurlöndin hinn, þá erum við mjög aftarlega á meirinni hvað varðar aðstof við þingmenn sem eru margir hverjir í 3-4 nefndum og komast enga veginn yfir það að vera að sinna sínu aðhaldshlutverki. Ég algjörlega sammálaður með það. Mér finnst margoft búið að koma fram hjá núverandi og fyrrverandi alþingismönnum að þeim gefist of lítið ráðrúm og tími til að setja sig inn í flókin mál. Í flestum nágrannalöndum okkar og í bara flestum Evrópuríkjum eru þingmenn, eða minnst kosti formenn nefnda og formenn þingflokka með aðstofamenn, sétu fulltingis og ef þetta er til þess fallið að bæta lagasetningu, tryggja það að vera ekki alvarleg mistök í lagasetningu, þá hlýtur þetta að vera til bóta. Við eigum ekki að taka útgjöld til löggjafans og bera þau saman við og setja það í samhengi við einhvern sparnað í ríkisrekstrinum. Við eigum að bera það mikla virðingu fyrir löggjafanum að við veitum honum nægar heimildir til þess að undirbúa löggjöf eins og best verður á kosið. Og ef þetta er liður í því, þá hlýtur þetta að vera til bóta. Einhver hefur sagt að þetta sé kannski ein mesta sparnaðaraðgerð í sögu löggjafarvaldsins. Ég veit að ég svo skeptískur á þetta, 200 milljónir hér, 300 milljónir þar, Alþingi að bæta í. Ég held að við verðum líka að gera okkur grein fyrir smæði landsins, fjölda þingmanna. Ísland í jafnstórt og Alicante borg á Spáni og við þurfum að hugsa mjög vandlega hvert erum við komin með allt þetta ríkisbákn. En það getur vel verið rétt til Þorbirni að það ekki að setja þetta í samhengi við löggjafan. En við erum að sjá menn hækkuðu laun sín einhverja formúð og svo kemur þetta og svo kemur hitt og við ætlum endalaust að vera umbyrlinn, þannig að ég sé bara þetta kallar á mikla umhugsun og vandlega. Takk fyrir þetta, herramenn. Við komumst ekki yfir allt sem við ætlum að tala eins og fyrir daginn, sökkum okkur inn í viss efni meir en önnur, hvet ykkur til að lesa hérna nýjast úttekt Stundarinnar, neita til mannsins sem misnotaðar, það er ennþá verið að fjalla misnotaðumál á Íslandi, kannski tekum við allt og léttvægt á þessu, en við skulum fara hér, skipta yfir í aðra sálma, förum vestur haf og fjöllum bandarísk stjórnmál sem hafa verið mjög í brennidepli eftir þingkosningarnar á miðju kjörtímabili Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Eftir andartak Björn Jón Bragason tekur við. Fyrirgefið, það er bara allt einhvern veginn veldur áhyggjum og ég held að þetta sé svefnleysið. Maður missir einhvern veginn tökin.
Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Fiskivika, fiskivika. Bleikja og lax 1990 og allur hvítur fiskur og fiskréttir 1590. Fiskikóngur í Sogavegi og fiskikóngur í Höfðabakka. Húsumsjón eignaumsjónar ný þjónusta við húsfélög og rekstrafélög þar sem eftirlit og umsjón með sameigninni. Vilt þú heilbrigðara og betra líf á náttúrulegan hátt? Orkusetrið. Vertu velkomin á opinn kynningarfund fasteignir á Spáni, á Nauthóli í Nauthólsvík 17. og 18. nóvember. Allir velkomnir. Vilt þú koma auglýsingu eða upplýsingum á framfæri? Höfum til leigu 16 fermetra LED-skjá Long EHF, sími 696 9073. Já, komið þið sæl aftur og framundan það bandarísk stjórnmál og já, ekki slökkva, við ætlum að fá útskýringar á því hvað í gangi í bandarískum stjórnmálum og sú sem næsti gestur okkar hér í 21 að hún veit býsna margt það. Já, og það stundum verið sagt að bandarísk stjórnmál sé álíka flókin og bandarísku fótbolti, ég getum ekki sagt alveg til það, en Stefanía með þetta á hreinu eins og Björn Jón Bragason veit manna best sem situr í gegninni. Komið sæli sjónvarpsáhorfendur. Við horfum fram á gerbreytt landslag í amerískum stjórnmálum með nýjum forseta fyrir 2 árum og enn hefur ástandið breyst núna eftir svokallaða midterm eða miðkjörtímabilskosningar sem framfór í síðustu viku. Til að ræða nýjustu vendingar í amerískum stjórnmálum hef ég fengið til mín Stefaníu Óskarsdóttur, stjórnmálafræðing. Velkomin í þáttinn, Stefanía. Takk. Nú, þetta var ansi víðtækar kosningar. Það var verið að kjósa til fulltrúadeildar og hluta öldungadeildar og eins líka ríkisstjóra. Getur ekki sagt okkur aðeins frá því hvaða kosningar þetta voru sem voru í gangi í síðustu viku? Já, sko, bandaríska kerfið margt mjög áhugavert og það mjög mikið valddreifing í Bandaríkjunum. Að því leytinu til að þetta eru 50 ríki sem hvert sig hafa ríkisstjóra og þing og svo þetta alríkið sem hefur þing sem í 2 deildum og forseta og annað hvort ár kosið alla fulltrúana sem sitja í fulltrúadeildinni en 1/3 af þeim sem sitja í öldungadeild alríkisins, það að segja Bandaríkjanna. Til 6 ára í senn í öldungadeild. Já, þannig að þeir sem sitja í fulltrúadeildinni fyrir Bandaríkjaþingi að þeir eru kosnir bara til 2 ára í senn og rauninni stöðugt í kosningabaráttu. En öldungadeildarþingmenn sitja til 6 ára og geta kannski tekið sér svona smá hlé á milli frá kosningabaráttunni en enga síður menn stöðugt með augun á kjósendunum og næstu kosningum. Og svo verið að kjósa ríkisstjóra og það verið að kjósa þessa þingmenn inn á fylkisþingin og nánast all fylkisþingin með 2 deildir, öldungadeild og fulltrúadeildir. Þannig að það eru mörg þúsund manns í rauninni í boði á hverjum tíma og það líka verið að kjósa bæjarstjóra, dómara, skólanefndir og saksóknara og hvað eina. Þannig að þetta bandaríska kerfi mjög áhugavert í þessu samhengi. Og svo líka hitt að í mjög mörgum fylkjum í Bandaríkjunum að þá getur kjósendur komið á dagskrá málum sem hægt að kjósa sem sé svona beina kosningu tiltekið málefni sem þá haldnar á sama tíma og það verið að kjósa alla þingmenn eða ríkisstjóra eða hvað það sem eru að kjósa þennan tiltekna kjördag og við höfum séð á undanförnum árum að mörg fylkir til dæmis búin að núna lögleiða kannabis í gegnum svona kosningar ýmis konar mál sem verið að kjósa og þannig að það getur verið ærisnúið verkefni fyrir kjósendur í Bandaríkjunum að setja sig inn í allt sem verið að kjósa þennan tiltekna dag sem 1. þriðjudagur í nóvember, annað hvort ár í rauninni. Af því að þetta margir frambjóðendur, mörg embætti og alls konar málefni. Og máli blandist hvort að fólk nennir hreinlega að koma að kjósa eða ekki og kjörsókn þegar það ekki forsetakosningar, hún hefur venjulegast verið tiltölulega dræm, kannski svona rétt rúmlega þriðjungur sem hefur næmt að koma eða haft tök á því að koma að kjósa. En núna var þú sagt að hefði verið bara ansi góð og lífleg kjörsókn á mörgum stöðum sem kannski vitnisburður svona ólguna sem í bandarískum stjórnmálum. Maður er kannski líka velta yfir hvort þessi mögulega hópar að kjósa sem eru kannski ekki vanir að kjósa líka og það kannski líka sagt í sambandi við
forsetakosningarnar fyrir 2 árum. Já, og að því að þetta annað sem áhugavert í Bandaríkjunum. Þegar þú þarft í raun að skrá þig sem kjósanda. Þú ert að hafa fyrir sjálfur að koma þér á kjörskrá og þegar þú skráir þig sem kjósanda þá gefur upp hvort þú ert stuðningsmaður Repúblikana, demókrata eða óháður. Þannig að og opinber flokkskrá. Já, og þetta þá upplýsingar sem að kosningamistarar hafa aðgangað, svona grunnurinn að allir þeirra kosningastarfi, reyna að ná til kjósenda og hreyfa við þeim. Og sá sem í framboði fyrir Repúblikana, hann auðvitað ná í Repúblikana kjósendurnar og eins með demókratana og svo það nú þannig að oft tíðum fólk svona tildilega fast í trúnni og skiptir ekki mikið skoðun á milli kosninga en það þarna ákveðin stór hópur og hann fyrir vaxandi sem eru óháðir sem að kosningameistarar, frambjóðendur að reyna að ná til með allu ráðum. Og það hverju þú tekst að ná að kjörstað er lykillinn að góðum árangri að reyna að keyra upp sem sé kjörsóknina. Það á við öllum kosningum allstaðar. En í Bandaríkjunum að þetta hefur svo mikið vandamál að fólk ekki beinlínis að koma að kjósa, það þessi föstu venjuleg sem koma, að þá lykilatriði að reyna að kveikja á nýjum kjósendum því að það svona eins og nýr markar fyrir fólk. Og þegar fólk kannski hefur einu sinni farið að kjósa að þá það líklegt til að koma kannski aftur að kjósa. Já. En þarna í kringu þetta heilmikil sem náttúrulega fræði að hreyfa við fólki og fá það að kjörsta og Trump var náttúrulega sérlega góður í því að koma sínu fólki á kjörsta en demókratum þeim tókst líka ágætlega sem staðar að koma sínu fólki. Já. En nú var talað í aðdraganda því þingkosninganna það væri svona að gæfan væri demókrötum hliðhóll, það væri það sem að kalla blue wave, það væri bláa bylgjan, það að þeirra einkennislitur. Heldur að nú kannski rættist það ekki eins vel og þeir kannski byggust við? Sko, hann á margt í mörgu. Eitt sem við höfum séð á undanförnum árum það að skoðanakannanir. Þær virðast vera orðnar miklu ófullkomnari, svona mælitæki heldur en áður var. Það eru út og suður, þessar skoðanakannanir almennt séð. Og það þetta, einskýringin einmitt liggur í því, hver eru líklegir kjósendur, hver eru líklegir til þess að koma. Og þessi sem að búa til skoðanakannanar, þeir þurfa að hafa módel sem að endurspegla þessa líklegu kjósendur. Og það virðist bara vera að þessi módel séu það ófullkomin að það sé of mikið skekkja að skoðanakannar gefi ekki rétt að mynda raun útkomu. Það kom til dæmis mjög mörgum óvart fyrir 2 árum að Trump skildi vinna að því að skoðanakannar hefði gefið annað til kynna. Eins með skoðanakannir núna að þær virtust gefa til kynna að það gæti jafnvel verið enn meiri sigur í vændum fyrir demókrata heldur en raunin var. Engu síður að þá uppskorið þeir alveg ágætlega, náðu meiri hluta í fulltrúadeildinni þessi demókratarnir en Repúblikana tókst að halda í horfinu í öldungadeildinni en það var þar ekki þar í rauninni þar var hópurinn sem var verið að kjósum 1/3 af þessum 100 sem að mynda öldungadeildina og af þeim voru nokkuð stóra hópur sem þurfti að kjósa sem voru demókratar. Repúblikana voru ekki svo mikið að koma í endurkjör. Og það voru það var á einhverjum í 2 fylkjum þar sem að demókratum tókst ekki að verja sætin sín. Og það voru þá repúblikana sem voru kosnir og það voru sem var áhugaverð niðurstaða en núna samt svolítið huldu hversu eða það smá spurningamerki varðandi niðurstöðu repúblikana í öldungadeildinni vegna þess að það var svo ofsalega mjótt á munum bæði í Flórida og líka í Arizona og á báðum stöðum verið að endurtelja. Og það virðist jafnvel vera í Arizona að þar sé kona sem demókrati að hún sé sigurvegari þó að það hefði litið þannig út á þriðjudaginn sem viku þegar var kosið að repúblikana hefði unnið. Og í Flórida líka mjótt á munum. En við erum líka kannski að horfa upp á
það kannski verða svolítið enn meiri polarisering í amerísku þjóðfélagi. Maður sér það líka eins og maður rýnir þess að tölu með dreifingin á milli, skiptingin á milli þéttbýlis og dreifbýlis. Það er kannski gjáin á milli Repúblikanaflokksins og Demókrataflokksins að breikka ennþá meira. Já, þetta virðist vera eins og nærri 2 heimar í Bandaríkjunum. Ef maður lítur á landakort á Bandaríkjunum, þá gæti maður nánast sagt að það væri allt blátt. Blátt litur replikana og nei, fyrir ekki, ég rugla. Þetta snúið við það sem við erum sem vön að tengja rautt við vinstri. En rautt litur replikana og blátt litur demókrata. Svona massin af Bandaríkjunum myndi litast upp rauður af því að í allum sem dreifðari byggðum Bandaríkjanna líklegra að kjósendur replikana sé meirhluta heldur en demókrata, en þegar við lítum á þéttbýlið við strendurnar eins og til dæmis í kringu New York og Boston og niður til Washington, að þar, og það sem milljónir manna búa, að það miklu líklegra að fólk sé að kjósa demókrata, og eins ef við lítur til vesturstrandarinnar í Kaliforníu og upp með Oregon og jafnvel Washington, að þar séu demókratarnir sterkari. Þannig að þetta mjög svona skipt og eins og 2 heimar sem takast á, og þetta áhugavert í nútímanum. Þá virðist margt benda til þess að fólk sé enn frekar en áður að sækjast í að vera innan sér líka. Það er að segja að flytja í hverfi þar sem að fólkið svipað og það sjálft. Sem að með svipað hugsunarhátt eða til fylgja sem eru svona á pólitísku sömu línu og maður sjálfur, og fjarlægist þá, það sem minnir svona blöndun, og þú fjarlægist hinsjónarmiðin, og í nútímanum þá getur svo mikið valið í hvaða sem við erum að lesa, hvers konar upplýsingar við fáum. Þið veit, maður velur sér miðla til að lesa og maður fær jafnvel líka áreiti frá þá svona feedback. En þetta hlýtur líka blandast inn í eins og með sem vel þekkt alveg frá stofnun Bandaríkjanna, þessi togstreita á milli alríkisins og einstakra ríkja og sjálfstæði þeirra. Það náttúrulega, hann heyrir það mikið á seinni árum að það svona aukin krafa í sumu ríkjum að auka sjálfstjórn ríkjana og minnka og draga úr vægi alríkisins. Já, einmitt, vegna þess að þetta góður punktur. Og fólk kannski áttar sig ekki alveg á því sem að þekkir ekki vel til í Bandaríkjunum, að þetta þessi 50 sambandsríki sem hafa töluvert mikla sjálfstjórn í eigin málum. Og eru mjög ólík. Og þau eru mjög ólík. Þó að það sé kannski allstaðar, þú veist, sömu málin og verslaðanar, þá það samt menningarlega og ýmsan hátt bara mjög ólík sko. En uppalega þegar Bandaríkjunum voru stofnuð, þá var þetta sem sé svona confederation, eiginlega sjálfstæðra ríkja, það er að segja svona samband sjálfstæðra ríkja með svona töluvert veika sjálfstjórn. Svo fór það allt í vitleysu og endaði í borgarastríðinu 1860 og hvað það var þarna, 2 eða 3. En og niðurstaðan því var að alríki styrktist aðeins, og svo sérstaklega 20. öldina eftir síðari heimsstyrjöld getum við sagt að það hafi verið að styrkjast á kostnað sjálfstæðisríkjanna. En það þessi togstreita eins og minnist á, og sérstaklega hefur það verið að Repúblikanaflokkurinn hefur talað fyrir meiri sjálfstjórn og svona að reyna að halda alríkinu í skefjum, og það endurspeglast til dæmis líka inn í dóma Hæstaréttar Bandaríkjanna. En Hæstaréttar Bandaríkjanna tekur náttúrulega bara til umfjöllunar mál sem að varða alríkið, og rétt mál sem snerta stjórnarskrá Bandaríkjanna. Sumum hefur fundist að þeir sem væri svona frjálslyndir, það sem kallast liberals í Bandaríkjunum, sem við myndum kannski segja meira svona til vinstri, að þeir væru því hlynntir að svona reglusetningarvald ríkisins og það væri ekki bara sem sé gegnum löggjafann, heldur líka gegnum dómsvaldið. Og hafa þeir sem eru sem sé mótfallnir þessu, þeir eru að koma frá hægri og margir þar lendi í Repúblikanaflokknum, þeir hafa verið að segja sem sé að þessu verður alltaf haldið í skefjum sko, þessum svona útveikandi valdi alríkisins og þess svona lagasetningavaldi dómstólana. En hún velti maður líka fyrir sig afleiðingur af þessum kosningu núna.
að demókratar komnir í meirihluta aftur í fulltrúadeildinni. Þeir geta náttúrulega stöðvað ýmis mál forsetans og hvernig heldur og svo líka spurning hver verður forseti, það líka fulltrúadeildarinn og talað Nancy Pelosi. Hún er að verða 79 ára gömul og það líka svolítið athyglisvert hvað mikið af öldruðu fólki. Já, einmitt. Sko, hvar maður byrja þessu, en sko það er líka áhugavert einmitt við stjórnskipan Bandaríkjanna að hún var upphugsuð til þess að hönnuð þannig að tryggja það að það væri óbúslega mikið valddreifing. Það er að segja dreifing vals á milli þannig alríkisins og ríkjanna sem slíkra, en líka milli forseta og þingsins og dómsvaldsins og allir þessi aðilar getur verið með svona neitunarvald á það sem hinn væri að gera, þannig að ekkert færi gegn og þetta var hugsun þessara founding fathers að ekkert myndi í rauninni færi gegn nema að það væri mjög víðtækur stuðningur fyrir mikill meirihluti og þeir eru nefnilega áhyggjur af því að það væri til eitthvað sem heitir harðstjórn meirihlutans, að svona einfaldur meirihluti ef hann hefði vald til þess að breyta hlutum mjög róttækt þá myndi það geta haft alvarlegar afleiðingar og komið niður á mannréttindum einstaklinga og hópa. Þannig að þeir hugsa þetta svona, en auðvitað þýðir það að það er voðalega erfitt að breyta nokkuð skapað hlut í Bandaríkjunum og þetta er svokallaða gridlock er þá eina ástæðan fyrir því að þeir almenni kjósandi hugsa sem svo að kosningabreytingin nokkuð skapaðan hlut og þess vegna kýsa hann að sitja heima. Eða á móti að segja að þessi og hinn er kosin og hann lofaði allir föður en hann gerir ekki nokkuð skapaðan hlut og þeir eru allir svikar og svikarhappar og svo framvegis. En núna sem sé stöndum við frammi fyrir því ástandi sem er ekkert óvanalegt í Bandaríkjunum að það er sem sé republikanar eru með meirihluta, tæpan þó í öldungadeildinni, demókratarnir meirihluta í fulltrúadeildinni, ekki eitt óskaplega stóran en þeir eru samt með meirihluta og svo erum við með þennan ódreiknanlega forseta sem að bauð sig fram í nafni republikanaflokksins en koma úr allt annar átt heldur en svona típiski republikani. Hann til að mynda, típiski republikani fram að þessu hefur verið einhver sem hefur stutt frjálsa verslun til dæmis, frjáls viðskipti, lágmarks ríkisvald og ýmislegt svona, en Trump er einmitt sem sé svona afskiptastefnu forseti að sitja á innflutningshöft og skatta og ýmislegt. Þannig að þetta verður fróðlegt að sjá hverju framvindur. Trump hún hafði verið hrósað sérstaklega og þeir vissur hefði rauninni bara 2 ár til þess að ná einhverju fram meðan republikanar voru þessar einstöku aðstöðu þeir voru með Hvíta húsið meirihluta í báðum deildum þingsins. Það sem náði að gera á þeim tíma var að breyta skattkerfinu. En þeir náðu ekki að breyta svokallaða Obamacare, heilsutryggingakerfinu, af því það voru ofskiptar skoðanir og líka með republikana. Þetta þótti stór sigur að geta breytt skattkerfinu einhverju leyti, meðal annars sem sé lækka skatt á fyrirtæki og lækka tekjuskatt að einhverju leyti og einfellt á einhvern hátt. Af því að það er rauninni svo óvanlegt í Bandaríkjunum að koma einhverju viðtöku í gegn. Við getum bent á Obama sín tíma tókst reyndar að koma þessu Obamacare í gegn. En það var eftir, það tók langan tíma. Þannig að við erum að sjá fram á tíma í Bandaríkjunum sem eru sjálfur sér ekkert kannski svo óvenjulegir, sem eru sem sé þessir að það eru ólíkir hópar sem ráða og þeir eru að reyna að koma málum í gegn, en það eru hópar sem eru að stoppa. Þannig að eina leiðin eru málamiðlanir sem að mörgum kann þá kannski ekki að líka við. Og kalla það svikistjórnmál. En ef við veltum með þessu upp, sko, nú er þetta demókratar að velta fyrir sér mögulegum forsetaefni sem geti velt Trump úr sessi eftir 2 ár og kannski ljósi sögunar og þá kannski er forsetaefni ekkert komið fram á þessum tíma svona löngu fyrir kosningar. En hverju myndur þið samt spá það? Því nú heyrir maður svo mörg nöfn nefnd og það er bæði fólk úr svona flokkseiganda félögum demokrataflokksins og svo líka fólk sem er svona annars staðar að
og heldur að þeim muni reyna að stilla upp einhverju mótvegi eða sko í þeim skilningi einhver sko að náttúrulega Trump svo ófyrirleitin í umræðu munu þeir finna einhvern frambjóðanda sem er jafn óvæginn sem dæmi, eða hvað heldur með það? Já, þetta er önnur áhugaverð spurningin og þá er rétt að hafa í huga að sko það er rauninni kannski engin þeir sem að finna að því að flokkarnir, þessi bandarísku flokkar, þeir eru svo óbúslega dreifstýrðir og rauninni veikir og eins og þetta virkar þá er það þannig að fólk býður sér fram í þessar forkostningar sem við þekkjum þetta sem prófkjör og sá sem þetta er duglegur að safna atkvæðunum í krafti þess að vera þekktur, að vera mælskur og hafa einhver áhugaverð mál og svona áhugaverða sögu og svo þetta peninga á bakhúsi til þess að koma sér á framfæri að hann nær að vinna útnefninguna og ef við lítum tilbaka til síðustu forsetakosninga að þá var það svo ótrúlegt að sá sem vann hjá republikunum var Donald Trump sem var einn af 13 sem uppalega buðu sig fram og margir töldu að nætti engan séns en meðal annars að því að hann hafði í rauninni ekkert endilega verið í republikanu en hann vann og nú stýrir hann republikanu á flokknum en sem sé frumkvæði kemur frá þessum einstaklingum hvaða einstaklingar eru þetta nú er orðin eftirspurn í fjölmiðlum í Bandaríkjunum að vita hverjir hafa áhuga hverjir eru búin að vera undirbúið í jarðveginn og það er ýmsir aðilar og svona nöfn sem er verið að nefna reyndar eru þetta er svona gamla liðið að hafi verið að nefna Hillary Clinton til dæmis. Hún hefur svona gefið þetta kynna, hún geti haft áhuga að fara aftur fram. John Kerry er nefndur líka, ótrúlegasta fólk. Já, Joe Biden, fyrrverandi varaforseti, þetta er fólk sem er komið vel við 70. Svo Elizabeth Warren og auðvitað Bernie Sanders, þetta fólk virðist alltaf áhuga. Svo hef ég það er kannski rétt að geta þess að þeir sem hafa hingað til verið kosnir forsetar, þeir hafa fyrir utan Donald Trump og einhverju kannski fyrir langa löngu, þeir hafa verið ríkisstjórar, að komið þá reynslu að hafa ríkisstjórar eða þeir hafa verið öldungadeilda þingmenn með töluverða reynslu. Obama var öldungadeilda þingmaður en með litla reynslu, hann var búin að sitja eitt kjörtímabil þegar hann var kosinn forseti. Clinton ríkisstjóri? Já, Arkansas, George W. Bush í Texas og svona. Og nú heyrir maður sem að kíkja svona í kringu sig á demókrötum hvaða ríkisstjóri er svona flottu gæi eða kona mögulega. Við verðum eiginlega bara að binda enda hérna því að tíminn er hlaupinn frá okkur og það verður spennandi að sjá hver verður hlítið þá útnefningu það þar að kemur. Takk kærlega fyrir spjallið, Stefanía. Takk. Mikið úrval af jakkafötum, skyrtum og bindum. Dressmann, ávallt vel klæddur. Iron Man og Black Widow hittast í partíi. Hvað gerist næst? Gjafakort í Þjóðleikhúsið er frábær jólagjöf. Settu gleðistund í jólapakkan. Þjóðleikhúsið. Þarft þú lausn við húðvandamálum? Finnum réttu meðferðina fyrir þig. Yfir 18 ára sérhæfð reynsla. Húðfegrun, sími 533 13 20. Gerum betur í vetur. Ný námskeið að hefjast. World-class. 14 stöðvar, 6 sundlaugar. Nánar á worldclass.is. Nýi ökuskólinn. Öll ökuréttindi og öll vinnuvélaréttindi. Meirapro.is. 1-2 og Elda býður upp á fjölbreyttar og bragðgóðar uppskriftir. Veldu réttina í þinn matarpakka á 12.is. Vertu velkomin á opinn kynningarfund fasteignir á Spáni, á Nauthóli í Nauthólsvík 17. og 18. nóvember. Allir velkomnir.
Já, og næst í Breiðfirðingabúð þarf að segja að Breiðfirðingafélagið stendur fyrir ýmiss konar uppákomum og skemmtilegheitum. Það Brits og svo það prjónaklúbbur, einhvers konar. Annað hvern mánudag prjónakvöld og þá hittast bæði karlar og konur til að prjóna. Prjónar þú? Nei, ekki enn. Ég gerði það. Ég hef prjónað orm. Ég prjónaði einn trefil í menntaskóla. Svo eftir var tekið. Við erum jöfn. Prjónum. Akkurat. Jæja, sælaverðið dömur, hvað í gangi hér? Það prjónakaffi. Hér prjónakaffi? Já, í Breiðfirðingabúð. Og hvað eru margar konur sem að koma saman á svona venjulegu prjónakvöld? Það eru svona 50 og þar yfir. 50 konur og þar yfir, en hver nákvæmur svona tilgangur prjónakvölds? Bara að koma saman og hafa gaman. Og prjóna það væntanlega? Já, eða sauma eða hekla eða föndra eitthvað. Gera eitthvað í höndunum sem sett. En nú prjónakvöldið orðið að verða ársgamalt fyrirbæri, ekki svo? Það orðið eldra. Það orðið eldra? Já, ætla sé ekki orðið, það orðið 4 ára, 4-5 ára. Og opaslega skemmtilegt að sjá hvað mikið af mismunandi hannyrðum í gangi í prjóninu. Sumir eru bara slétt á brauðið, eins og maður sjálfur kannski? Já, þetta mjög misjafnt og koma sumar konur og karlmenn. Það var karlmaður að sýna hérna síðasta mánudag hjá okkur. Alveg yndislega peysu sem hann prjónaði. Áhugavert, þannig það bæði kallar og konur að sækja þessi kvöld? Já, það bæði konur og karlar. En getur þú sagt mér aðeins frá Breiðfirðingafélaginu? Þetta nú dálítið merkilegt félag, það ekki? Breiðfirðingafélagið 80 ára gamalt. Það verður það núna 17. nóvember. Og þetta afmælisvikan hjá okkur. Og það byrjaði sem sagt á sunnudaginn, þá var félagsvist hérna og svo á sunnudagskvöldi þá var spila Brits. Núna mánudagur og þá prjónakaffi og síðan verður á fimmtudaginn þá verður hagyrðingakvöld. Kórinn alltaf Breiðfirðingakórinn á miðvikudögum, æfir alltaf miðvikudagskvöldum og síðan verður veisla hjá okkur á laugardaginn klukkan 7. Og það sem sagt verður boðið þar upp á fordrykk og aðalrétt fær kjötmáltíðir og dessert og kokkur Ólafur Ragnar Eyvindsson, veislustjóri Guðni Kolbeinsson, Ingibjörg S. Guðmundsdóttir formaður, hún flytur ávarp og Breiðfirðingakórinn syngur nokkur lög, Sigríður Hjördís Jörundsdóttir fjallar um sögu félagsins, Halli Reynis og Vigdís skemmta og síðan það hljómsveitin B4 úr Búðardal sem leikur fyrir dansi til klukkan 1. Og miðaverðið 5.500 krónur og það allir velkomnir og geta farið inn á heimasíðuna bf.is og skráð sig þar eða haft samband við þá þar og hjá henni Helgu og pantað miða. Þetta náttúrulega bara alveg meiri háttar starfsemi í Breiðfirðingafélaginu. Hvað halda séu margir sem eru svona viðlóðnir? Félagsmenn. Hef ekki hugmyndu það. En þeir hljóta þá að vera alveg all nokkrir? Það mjög mikið sjálfboðavinna hérna í félaginu. Það væri aldrei hægt að hafa svona nema að væri sjálfboðavinna. Það sjálfboðavinna sem sé kaffi hérna í Britsinu og í félagsvistinni. Við erum hér í sjálfboðavinni kvöld alltaf á mánudagskvöldum og það alltaf mikil sjálfboðavinna. Já, og þetta náttúrulega gert til þess að þjappa fólki saman, til þess að eiga sameiginlegar og skemmtilegar stundir og það svo sannarlega að takast. Og síðan við alltaf hérna með aðventudag fjölskylduna, fyrsta dag í aðventu hérna og þá alltaf bara hlaði borðins og fermingaveisla, síðan líka dag í aldraðra og þetta allt í sjálfboðavinnu og allt heimabakað og huggulegt hjá okkur. Þetta hljóma... Jólaball líka, jólaball fyrir börni 29. desember. Veistu að Breiðfirðingafélagið bara eitt með öllu, það má svo sannarlega segja. Takk okkur fyrir, við ætlum að fá að kíkja hérna á vörurnar glæsilegar og fjölbreyttar. Já, og silkislæðurnar sem eru úr ljósmyndum, þær eru glæsilegar. Hún heiti Jóhanna Pétursdóttir sem hannaði þessar slæður. Stórkastlegt, takk. Hún gestur hjá okkur í kvöld. Takk okkur fyrir þetta, dömur mínar. Já, takk fyrir. Fyrir að segja þetta gott að þessu sinni höfum við komið víða við eins og fyrir daginn. Mér langar að vekja athygli á þessari myndarlegu úttekt Stundarinnar á kynferðisofbeldi gagnvart ungum börnum sem í öllu tilvikum ógeðsleg.
tilvik og hér sagt sýslumaður trúði þeim ekki neita til mannsins sem misnotað þær. Barnunga systur greindu frá kynferðisofbeldi föður en var gert að umgangast hann. Kynferðisbrotin héldu áfram í þvingaðri umgengni undir eftirliti. Ofboðslega vel gerð úttekt hjá Ingibjörgu Dögg Kjartansdóttur sem ber að hrósa. Já, og þarna eru birt bréf sem að stelpurnar skrifuðu og handskrifuðu að það vildi ekki hitta pabba sinn. Þetta ljótt en það verður að fjalla þetta. Það bara þannig. En þessi þriðju dagur hjá okkur í 21 liðinn og þátturinn verður að sjálfsögðu endur sýndur hér stuttu seinna í kvöld. En við erum aftur hér á morgun. Takk fyrir að horfa og verið sæl.